Þá er komið að marsleysu fyrir Bowman. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla. Þau takir til sín sem eigi. Dömpum okkur beint í lesturinn, byrjum við að athuga hvaða Bowman er að tala við. Okay. Það eru áskorunum uppákomur, leiðsögn og framtíð. Ok, kæri Bowmaður. Fortíðin mín er svolítið lituð af því að vera svona í þessari reglulegu leit að jafnvægi, að standa í miðjunni á milli ljós og skugga og það er að segja ljósið sér sjálfur og skuggan að þynna og finna svona ákveðið jafnaðargeð. Það er svona ákveðin dans sem að hefur gengur misvel hjá þér, bara eins og hjá okkur öllum, eða svona, já, þér hefur stundum fundist erfitt að finna jafnvægi í vogarskálanum og stundum kannski bara líka almennt í lífinu hættir þið til að fara svolítið öfgan á milli. En mikill metnaður hjá þér til að finna jafnvægi. Og í dag sé ég að það er komið svolítið mikið álag og mikil pressa og þá er kannski jafnvægið svona orðið viðkvæmara og þú veist það og það er svona kostur og galli að vera þarna í mikilli meðvitund sjálft sig að vita það að jafnvægið þitt sé á viðkvæmum stað og þú ert að setja þetta miklu pressa á sjálft þig að halda því með allri aukinni pressunni sem er í gangi. Og jafnvægið er eitthvað tæpara en venjulega af því að það er mikið álag og svo ert þú þar að auki með það álag að halda jafnvægi. En hins vegar það sem er framundan er hvíldartími. Það er hvíldartími framundan hjá þér. Ég er reyndar að sjá 2 lestra í einu. Þetta er svona, já, það eru tveir þræðir framundan. Af því að þið eru mörg á sömu braut og svo er splittað í tvennt og sum ykkar eru átt þetta inn í þennan ofboðslega mikla hvíldartíma þar sem að þið bara farið í svona rólegan tíma, mikla hvíld og jafnvel kannski leggið svolítið mikið flöt, það er svolítið gæti jafnvel verið pínu útkerð þannig að þið þurfum bara rosalega mikla hvíld og út frá því er verið að leiðbeina þér að verið að minna þig á þú hefur alltaf val um það í hvern fótinn þú stígur og framundan út frá þessari hvíld og áminning að þú ræður, þú velur, þú stýrir þínu jafnvægi að þá framundan er svona aukinn sjálfsmildi, aukinn þroski og svona þú fer að nálgast sjálf þig á svona nýjum forsendum. Það kemur með svona þessari skyndilegu hvíld þar sem þú ert að slaka öllu niður og þessi áminning að það sé alltaf val. Svo er önnur lína hérna annar þráður þar sem er verið að benda í að það sem er framundan er möguleikinn að jafnvægið fari á hliðina og það fer heimurinn þín heimsmynd svolítið á hvolf og þú kannski svolítið með á hvolf og þá verða með svolítið þessir öfgar sem þú þekkir sjálfur áður en þá er þessi áminning verið að keyra á þig með þessi áminningu þú ræður, þú hefur alltaf val. Það er þitt að velja. Allir eru að kynda öfgana, allir eru að kynda hrærigrautinn eða allir eru að grípa sjálft þig og hlúa að þér eins og þú þarft að gera. Mér sýnist að öllu að flestir, hvort sem þeir fari hérna í svolítið skyndilega hvíld, þar sem að jafnvel svona pínu örmögnun, að það er
í báðum tilvikum er verið að hamra á þú ræður og þú þarft að leita leiða til þess að hlúa sjálfu þér. Það er á þína ábyrgð að hlúa sjálfu þér og hugsa þig og næra og rækta þig. Þetta fer svona í sitthvora áttina og svo kemur þetta rauninni heim og saman aftur. Þetta er svolítið öfgakennt, og það er svolítið verið að fjalla öfga hérna, en það er svolítið öfgakennt að fara niður í rosalega hvíld og þurfa að velja að fara upp á við aftur í að rækta og næra sig, og svo er hinlega sem er svona upp á við í talsverða kaos og kaos og öfga, og þurfa að velja leiðina niður í miðju aftur og halda áfram í að næra og rækta sig. Þetta er svona, svo ég segi, þetta eru tvær áttir hérna, en með svona sameiginlegum punkti. Við fá smá auka inn síðan hérna. Þetta er svolítið svona, við erum að benda svolítið á lífið þitt, bara það, sko, þinn farvegur í lífinu hefur oft verið ansi flókinn og ekki sjálfgefið að finna millaveginn, ekki sjálfgefið að finna bara hófsemi og beinan slóða og viðhalda jafnvægi. Það er fyrirhöfn fyrir þig og þú ert búið að vera að rækta í því, búið að vera að rækta svona og byggja upp jafnvægið þitt, og það er verið að minna þig á hérna styrkleikana í því að þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að þú þarft að hafa svona mikið fyrir jafnvæginu þínu, og þetta er ekki í fyrsta skipti sem að þú kannski missir aðeins jafnvægið. Þú hefur gert þetta áður og það er verið að minna á að þú ert nú sterk til að gera aftur, og þetta verður alltaf í rauninni. Þá ertu alltaf að læra meira og meira hver skipti, þannig að það er orðið auðveldara fyrir þig að rétta úr þér aftur. Og leiðsögnin hér með sko bæði þetta, að þú hefur alltaf valið, en þú þarft líka að athuga bara hvernig raunverulega líður þér og vera bara rosalega meðvitað tilfinningar þínar. Bara hvernig eru tilfinningar þínar núna og nota svolítið hausinn með þér. Bara meika tilfinningarna mína sens, er þetta rökri. Af því að það eru oft tilfinningarnar sem að keyra okkur svolítið koll. En framundan er svo aftur svona verið að byggja upp að nýju, með þessari sjálfsrækt og sjálfsmildi að hlúa og næra sitt, að þá ertu að byggja upp að nýju fyrir þig. Þá skulum fá hérna orkutákn í lokin. Það er augað, það er táknið fyrir innsæið og innri skoðun. Verður duglegt að hlusta inn á við, hlusta á röddina innan á með þér og verður svolítið gagnrýnið á sjálftið líka. Og eins og ég sagði, þetta með tilfinningarnar, stundum eru þær ekki alveg rökréttar og það er svo ágætt að nota hausinn til að vega á móti og sama tíma tilfinningarna til að vega á móti hausnum. Og hausinn er ekkert alltaf eitthvað fullkominn hendur. Þetta er sko þessi fína lína að hlusta inn á við og finna innsæið sitt og hvenar þetta er raunverulega innsæið en ekki ótti eða öfgi eða manía eða hvað. Að finna leiðarljósið innan í sér, svona þetta sem raunverulega skiptir máli. Þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin ráði sömu réttum þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.